Jæja, Halli, 1 stig úr þessum leik, hvernig ánægður með það? Já, ég held að við verðum bara að vera sáttir með það svona eftir strax eftir leik. Fyrri hálfleikurinn fannst mér við fáum 3 mjög góð tækifæri til að skora mark. Náum ekki nýta og svo erum við smá sofandi í seinni hálfleik þegar þeir skorum föstu leikadri. En svo er ég ágætlega, skorum gott mark og erum svona ofan á, finnst mér. Í seinni hálfleik en sennilega svona jafntefli bara mjög sanngjarnt, sko. Svona, ef þú tekur svona stöðuna, mótið rétt rúmlega hálfnað, svona áður en úrslitakeppnin byrjar, svona hvernig finnst þér þetta, hvernig ertu að upplifa þetta? Já, ég meina að þú veist, þetta bara búið að vera allt hörku leikir, kannski 1 leikur sem við hefum gert vel í buxurnar út í Eyjum, en annars hefur þetta bara verið í margir jafnum og við erum svona kannski, við höfum sagt að við séum kannski ósáttir við að vera ekki með aðeins fleiri stig með framstöð, en ég meina við erum bara að halda áfram, það er bara áfram gakki í þessu. Já. Þannig að hefur svona uppleggi eitthvað breyst hjá þér fyrir mótið þá var svona hugmyndin að þá var verið að hugsa varnarleikinn og bara reyna að hala inn eitthvað stig en hefur þetta svona eitthvað breyst hjá okkur? Nei, raun og ekki, það verður ekki taktíslega orðið eitthvað stór breyting á okkur en við náttúrulega svo sem við fengjum menn inn sem að þú veist geta hafa breytt svolítið fyrir okkur, við fá Alfa inn á láni frá Stjörnunni sem hefur staðið sig greiðlega vel og með mikinn hraða, þannig að það breytir náttúrulega einhverju hjá okkur. Já, hann hefur sýnt gott þetta. Já, samlega. Já. Og Ljúbsits að skora sitt 7. mark. Já, það er bara frábært þegar fram er að skora, það er bara alltaf gott. Næsti leikur? Það er held ég Breiðablik úti eftir viku. Já. Það er bara, það er undirbúið það. Er það ekki? Þannig að góður andi í hópnum? Já, það er alltaf góður andi í Keflavík. Já.